Við hefjum leikinn í fjölskyldu fyrirtækinu Víking Sjávarfang en hjónin Sigurður Garðar Steinþórsson og Anna Hanna Valdemarsdóttir stofnuðu það árið 2011 ásamt syni sínum Antoni Þór. Fyrirtækið með starfsstöð sína við Staðarsund í Grindavík þar sem öll framleiðsla fer fram. Þegar Víkurfréttir tóku hús á þeim var verið að vinna grænmetisbuff hjá fyrirtækinu en réttir úr grænmeti eru í dag mikill meirihluti þess sem fyrirtækið sem kennt við Sjávarfang framleiðir. Jæja Sigurður, Víking Sjávarfang og þú ert bara með grænmetisbuff á pönnunni. Hvernig stendur á því? Það bara eftirspurnin, bara svoleiðis. Við erum með þennan vöruflokk í 4 vöruflokkum. Við erum með buffum og bollum, hamborgurum og partíbollum og þetta vegan. Þetta bara það sem að tikka inn í dag og búið að vera undanfarið. Þetta söluhæsta einingin í fyrirtækinu í dag. Það þessi grænmetisréttur. Geturðu lögð með eitthvað skemmtilegur úr uppskriftinni til okkar? Já, við náttúrulega vorum með, hérna á tímabili vorum við með hveiti, mjólk og egg. Nú erum við ekki eitt egg, ekki 1 lítra mjólk en eitt og ekki hveiti. Við erum með kartöflumjólk, tókum eggið úr algjörlega og hveitið. Hvað var kartöflumjöl í staðinn? En þú ert í Sjávarfanginu, hvað ert að gera þar? Við náttúrulega erum að gera fiskibollu þar og fiskiklata sem við erum með hrísgrjón í og papriku og búrlauk og svoleiðis. Og svo náttúrulega erum við blokkfisk og við erum fiskiraspi og svo erum við þorskbitum og ýsubitum líka. Þú náttúrulega færð ferskan fisk hérna í Grindavík? Já, það bara hérna við hliðina. Óðsverkun, talsvert mikið. Er þetta bara fiskur sem að koma hérna bara daglega? Já, bara sem hann fær daglega. Indverska grænmetisbollur og söluhæsta einingin í Víkingi Sjávarfangi. Já. Er það ekki öfugmæli? Jú, það má segja það. En þetta kannski tákn breytingarnar í matarvenjum fólks á Íslandi? Já, kannski gerir það að við höfum kannski ekki verið að gera of mikið, að setja okkur of mikið. Það gerir eitthvað annað heldur en aðrir að gera. Allir í fiskibollum. Það gerir eitthvað öðruvísi. Það bara snýst það, held ég. Það sé aðalega það. Já, þetta þýðir að þið eru að fylgjast með markanum og eru að reyna að bregðast við því. Já, við erum náttúrulega búin að vera langt á undan honum. Í mörg ár. Það alveg hreina línur. Þannig að þetta að fá góða viðtökur. Mjög svo. Allir þessi 3 vöruflokkar. Chilibollur, kartöflubollur, og indverska grænmetisbollur. Hverjir eru að kaupa þessa úrvalsframleiðslu hjá þér? Þetta fer nú talsvert á leikskóla allt land. Kringum Ásbjörn Ólafsson var, en þetta í Danól í dag. Og svo Rísan verið að selja fyrir okkur líka, og Stjörnugrís hefur verið að selja talsvert fyrir okkur. Og svo erum við að selja sjálfur líka bara. Og þetta fer til dæmis Sjúkrahús Akureyrar, það er stórkaupandi hjá okkur. Talsvert kringum árin. Mjög svo. Akureyrar bær aðalega. Það magnað hvað fiskurinn gefur af sér mörg fyrirtæki hérna í Grindavík. Já, það gerir það. Það gerir það, mikil ósköp. En við ættum náttúrulega að geta unnið þennan fisk miklu meira heldur en það sem við erum að gera. En þeir hafa náttúrulega mest út úr honum að láta hann fara sem ferskastan. Það liggur alveg ljóst fyrir. En það verða til fyrirtæki eins og þitt fyrirtæki gott dæmi svona hvernig minni fyrirtæki verða til líka. Já, það eitt og eitt til. En fækka nú, þessi stóri eru að gleypa allt. Já, reyndar. Það bara svoleiðis. En hvernig hefur svona COVID komið út í þessari framleiðslu hjá ykkur? Mjög illa. Við höfum farið mjög illa út úr COVID. Það eru náttúrulega mikið lokaðir skólar og svoleiðis og það hefur komið mjög illa, reglulega illa við okkur. En ekki comeback? Ég meina, fer þetta ekki að fara í gang aftur svona meiri framleiðsla þá? Jú, þetta tekur alltaf tíma. Þetta verður ekkert orðið gott fyrir bara, ég veit það ekki. Vonandi sem fyrst? Já, sem fyrst, getur nokkuð sagt það, hvernig það verður. Það nú bara svoleiðis. Kemur ekki eitthvað nýtt á upp á? Vonum ekki. Nei, vonum ekki. Hvernig svona saga fyrirtækisins? Hvenær byrjaðir á þessu og af hverju? Ég byrjaði á þessu, það orðið mörg ár síðan. 11 ár, 12 ár. Það var bara svoleiðis, ég var að vinna í Stakkavík og það var fekk að heyra
inn á körfu að fiski, fórum út í fiskibólur heima. Þannig að konan sagði hingað ekki lengra, þetta væri orðið gott. Svo við erum að finna okkur húsnæði og þá fór ég í þessa fiskibólu. Það var náttúrulega bara inngöngu í því fyrst og því. Svo fórum við í þetta grænmetisstofn fyrir nokkrum árum. Við erum búin að vera að þróa það bara. Þetta er náttúrulega búin að vera þróun að vinna alveg frá byrjun. Og hvernig stundar þá vinnu? Er bara legið yfir hugmyndum og fengið ábendingar og hvernig gerist þessi þróun að vinna? Já, Anton hefur náttúrulega séð það mest. Sonur þinn? Já, og þau hafa bara, og Anna, kona mín, þau hafa komið með þessar uppskriftir, svo hefur við bara unnið út frá því og svo hefur bara hvað krökkunum hefur líkað og þá förum við svolítið mikið eftir því hvernig þeim líkar þetta og ef þeim líkar þetta, þá er þetta verið lagi. En ertu búin að vera tæknivæða fyrirtækið? Ertu með, hvernig ertu að gera þessar bollur? Ekki ertu að gera þetta í höndunum? Nei, við erum með bolluvél núna hérna fyrir aftan þig. Sem að mótar þetta og gerir þetta og er náttúrulega meiri háttar. Mikill léttir að hafa fengið hérna, við kúluðum þetta allt hérna fyrst. Nú er það liðin tíð sem betur fer. Það nennir ekki einu svona kúla og ef við viljum bila, þá bara setjum að degið annað hvort í frost eða hendir í bara. Þannig að við svo sem ekkert bilað nema einu sinni. Er gaman að standa í þessu? Já, ég bjóst nú aldrei við þetta eftir. Bjóst aldrei við því. En það er núna í maí, annan maí, þá er komið 10 ár síðan ég kom hérna og byrjaði að vera hérna alveg á full. Það er í þessu það er hrísgrjón, kartöflumjöl, púrlaukur, laukur, paprika, ummanning, hvítlauksalt, kjötur, grillkjöt og lyftiduft. Þetta var náttúrulega, tók svolítinn tíma að þróa þennan vöruflokk, að halda þessu saman, fá rétta bragðið og svona hvernig okkur líkaði það. Þetta tók, ég hugsa að þetta verið 2 ár í framleiðslu. Þangað til þið fundu rétt uppskriftina? Já, þetta var rétt svona, svona okkur líkaði það vel. Já. Þannig að fiskiklattarnir eru svona, já, ekki fiskibólur. Nei, það er allt öðruvísi, allt annað. Allt annað bragð og allt saman, allt öðruvísi. Það er ekkert sambarilegt. En þið hugið að hollustunni líka í þessu með... Já, þetta er ánæggjamjólk og hveitis, allt saman. Allir þessu vöruflokkar hérna. Við náttúrulega erum með blokkfiskinn, hann er náttúrulega með mjólk í. Og fiskur í raspi líka, þannig að það náttúrulega, við erum svo bara lítið orðið í fiski, þetta er orðið mestmegnis þetta, þessi 5 vöruflokkar hérna. Mestmegnis orðið grænmeti, það er bara ekkert öðruvísi. 70–80% ábyggilega framleiðslu en ekki bara grænmeti. Já. Hvernig er með að standa í sölumennsku og annað og í fámennu fyrirtæki? Það er náttúrulega, við höfum verið aðeins að færa okkur út í það sjálfur að selja, en Danólfur Ásbjörn Ólafsson og þeir hafa verið Stjörnugrís, eins og ég sagði hann og fleiri, hafa verið að selja fyrir okkur. En við erum svona farin að færa okkur svolítið út í það sjálfur að selja. Fólk er farið að hringja hérna talsvert og panta beint.